Já, Gassi, annar dagurinn runnur upp og það rignir. Já, það rignir, eins og má sjá hérna á okkur, en ég meina það logn eins og og þetta bara yndislegt. Það skiptir engu máli, svo sem. Ég veistu það, auðvitað erum við alveg gríðarlega stressaði búin að vera út af veðurspánni, en aftur á móti ég held að guttunum þykir þetta bara, þú veist, bara skemmtilega. Það meira sport einhvern veginn svona. Eitthvað það og þeir renna sig meira og annað og ég búin að tala við nokkur stráka í morgun og þeim finnst þetta bara gaman en foreldrarnir eru ekki alveg jafnbrýnir. Förum aðeins við tölfræði og svo gaman að því hvað eru margir þáttakendur á mótinu í ár? Já, við erum sko með skráða 1400 þáttakendur sem er að keppa í 150 liðum. Þannig að síðan náttúrulega eru liðstjórar og foreldrar aðrir, þannig að við erum að gista eitthvað í kring tæplega 1600 manns sem gista hjá okkur og borða og pluss fleiri, þannig að þetta er í stærri kantinum. Og svo náttúrulega eru sjálfboðaliðar í kringum þetta líka? Já, heldur betur. En eins og vanalega ég spurði þessa spurninga þá ekki hugmyndu hvað margir, en ég hef heyrt þessi einhvers staðar í kringum 250. Þannig að allt gott fólk? Já, ég meina frábært, þetta er bara yndislegt hvað fólk er tilbúið gáamenn að gefa sér þetta og ömmur og afar og fólk sem átti börn árum áður, á börnin ennþá eðlilega, en koma og vinna árið fyrir ár. Og þetta náttúrulega skiptir miklu máli fyrir félagið og ekki bæinn líka bara síst. Já, ég reyndar hef mikið talað þetta er náttúrulega mjög jákvætt fyrir félagið, en ég er ofsalegur talsmaður á Akureyringa og ég tel það svona hátíð, stórslýsalaus 7.9.13 og lítið vandamál að ég meina að þetta er svo jákvætt og bara þetta er bæjarhátíð og ég bara finnst að kannski bæjaryfirvöld mættu gefa svo aðeins meiri gaum. Ég neita því. Og þú ert bjartsýnn á dagana framöndan, heldur að muni styttu? Veistu það að ég er búinn að skoða alla veðurspár í heiminum, ég meira að segja komin einhverja rússneska síðu og ég held að stytti ekki upp en ég held að verði sól í hjarta. Hvað segir Sterko, hvernig leggst N1 mótið í ykkur? Bara vel. Eru þið búin að spila marga leiki? 1. Og hvernig hefur gengið? 6-1. Fín leikir jafntefli. 1-1. Og unnið þið 6-1? Já. Og hver skoraði öll mörkin? Ég skoraði 1. Ég skoraði 1. Og eitt var sjálfsmark og hann gaf hann fyrir. Og hvernig haldið þið ykkur muni ganga á mótinu? Bara vel. Vinna mótið. Við varum að reyna að vinna. Sigla byggarnum heim. Markmið að vinna. En hvernig eru þið búin að æfa einhver fögn og svoleiðis? Eru þið búin að vinna í því fyrir því að þið skoruðu mark? Nei, ekki sko. Jú, eitthvað aðeins. Getið þið sýnt eitthvað? Já, Gunni. Hvað er besta fagnið? Það er mitt fagn. Það er svona, við byrjum með fagn. Þannig að þið eru búin að æfa þetta líka jafn mikið á fótbolta? Já. Stefán, segðu okkur frá þessum skjá sem er fyrir aftan þig. Hvað er í gangi hérna? Sko, við vildum gefa foreldrum og strákum á mótinu tækifæri til þess að fanga þessi skemmtilega augnablik sem myndast á vellinu og samfélagsmiðla væða mótið. Og foreldrar og strákarnir sjálfur og við að N1 erum búin að vera að taka myndir og merkja það sérstaklega með hashtaginu N1 mótið. Og þá fara þeir beint inn á skjáin hérna fyrir aftur okkur sem og 3 aðra skjái á mótsvæðinu. Og það geta bara allir hver sem er sendt myndir inn í þetta? Í raun og veru, já. Það geta hver sem er sett myndir en við gefum okkur það vald að síja út ef eitthvað ósmekklegt kemur inn. En það hefur ekki gerst ennþá og þetta er allt mjög skemmtilega myndir. Og það er líka, fólk heima getur fylgst með þessu hashtaggi, það ekki? Það er með Instagram? Jú, þau geta verið inn á Instagram og skoða alla myndirnar sem hafa komið frá mótinu. Þær eru að ná 150 eða 200 stykki núna af myndum og þau geta fylgst með því á Instagram. Þetta er svona nútíma útgáfan að búa til svona heimild þetta mót? Að búa til heimild og leyfa strákurum að reyna að sjá sjálfa sig í rauntíma. Það er svolítið markmið. Þetta þykir mjög spennandi, við sáum það hérna. Já, þeir eru spenntir yfir þessu og hafa verið ansi duglegir að láta taka myndir af sér. Glæsilegt. Og hvernig líst þér svona á mótið almennt séð? Mótið er bara búið að vera ótrúlegt hingað til. Það tóku mót okkur strumur eldingar í gær og strax þegar flautað var til leiks þá var sólskinn og bjartur himinn. Og núna er smá rigning en ég hef trú á því að þetta batnaði eftir. Já, það er allar tegundir af veðri hérna. Já, svona er mótið, það er skemmtilegt og fullbyrgt. Er þetta lífið?
Já, maður lifir náttúrulega í gegnum litlu gaurina sína sem er náttúrulega að vera stórir og maður alltaf sáttur að sjá þá. Algjörlega lífið, boltinn. Þið, mér hafa sagt að þið væri margreind í að fara á svona fótboltamót. Hvað hver er galdurinn á bakvið að halda öllu saman og halda öllu mánuðum? Það er náttúrulega bæði strákarnir og eins foreldrarnir. Það er félagskapurinn hvoru tveggja og hafa gleðina í fyrirrúmi. Er það ekki þannig svolítið að bara sumarið og sumarfríið, það er svolítið skipulagt í kringum þessi mót? Það er þétt skipað, já, í kringum þessi mót, alveg út í eitt. Og er það þannig að foreldrar þeir svona ná tengingum saman og svo strákarnir náttúrulega þeir eru vinir og foreldrarnir verða kannski vinir í gegnum þetta líka? Algjörlega. Við Ási til dæmis kynntumst í gegnum strákarna okkar. Já, algjörlega. Þetta er svona fallegu vinskapur sem er orðið til í gegnum fótboltann. Ó já. En hvernig er hlutverk eitthvað sem foreldrar á mótinu? Þið náttúrulega eru með krakkana ykkar hérna, en er eitthvað meira sem þið þurfa að gera? Það er bara að halda utan svona matbarmál og gistinguna og skipuleggja svona í kringum þetta. Og vera alltaf til taks. Já, utan vallar líka. Já, það skiptir máli að vera til taks. Já. Algjörlega. Þeir horfa til manns og fá stuðninginn þegar maður nikkar þá sko, að skalla hann inn og taka á því, alla lið. Og hvernig hægið ykkur svona á hliðarlínunni? Við reynum að hemja okkur. Ég stoppa á það ef hann er eitthvað óstýrilátur og öfugt. Þannig að það stundum að hemja sig? Ó já. Já. Maður hefur tekið handahlaupin alveg þegar sonum manns hefur skorað og maður hefur tapað sér, það er hægt að segja það alveg. En bara hafa gleðinni fyrir rúmi, það er málið í þessu, hafa gaman af þessu.